Hér á Fagranesi á Reykjaströnd í Skagafirði á hann Kolbeinn heima, en Kolbeinn 10 ára gamall. Það oft mikið vetraríki í Skagafirðinum og hrossin sem flest á beit upp á reginfjöllum yfir sumartíman eru nú heima á túni. Kolbeini finnst hins vegar betra að halda sig innandyra þegar kaldur vindurinn blæs og frostið bítur í kinnarnar. Hrossin láta kuldan ekkert á sig fá og krafsa í klakaða jörðina og kroppa eftir þeim stráum sem hægt að ná í. Þegar veðrið verður verra, stilla hestarnir sér upp í röð og láta bakhlutan snúa upp í vindinn. Þannig skýla þeir sér og standa af sér veðrið. Þeim verður ekkert meint af, jafnvel þó veðrið sé það vont að varla sé hægt að greina á milli þeirra í sortanum. Þegar veðrinu slotar þeim hins vegar gjarnt á að bregða á leik. Þá úlmast þeir túnið og frísa og hneggja. Hestarnir sem eru úti við yfir vetratíman eru kallaðir útigangshestar. Þeir koma nær aldrei í hús hvernig sem viðrar. Það svo mikill kuldi að hægt að ganga á snjóbrú yfir bæjarlækinn. Samt láta bræðurnir Kolbeinn og Brynjólfur kuldan ekki aftra sér að fá sér smá vetrarbað. Reyndar ekki í köldum bæjarlæknum, heldur í heitri laug sem sprettur upp úr jörðinni á kampi niður við sjávarmál. Þó það sé dálítið kalt að fara úr fötunum í frostinu, þá verður strax hlýrra þegar komið ofan í heita laugina og það tekur enga stund að ná úr sér hrollinu. Ekki spillir að velta sér upp úr snjónum í kuldanum. Þá fyrst finnur maður hvað það gott að koma ofan í laugina aftur. Og hundarnir dást að því hver Kolbeinn mikil hetja. Það eru svo sem fleiri hetjur sem hafa baðað sig hér í fjöruborðinu, því það var einmitt hér sem Grettir sterki Ásmundarson kom á land eftir að hann var búinn að synda alla leið frá Drangey til að ná sér í eld eftir að hann hafði kulnað hjá þeim út í eyjunni. Hann var þá orðinn kaldur eftir sundið og þótti gott að verma á sér kroppinn þegar hann kom að landi. Bræðurnir halda áfram að velta sér í lauginni og Brynjólfur vill ekki vera minni maður en þeir Kolbeinn og Grettir sterki. Hann gerir því eins og yngri bróðir sinn og velti sér í marga hringi í skaflinum áður en hann dembi sér ofan í laugina aftur. Vetrarsólin baðar umhverfið með geislum sínum og strákarnir busla í Grettislauginni þar til húmið fellur á.